Komið sæl, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson, þetta Pólitíkin 47. þáttur. Netöryggi orð sem heyrist oftar í stjórnmálaumræðunni og það með réttu. Fréttir berast reglulega utan úr heimi netárásir á lykilstofnanir og þær eru til marks mikið breyttan veruleika. Raunar þarf ekki að leita út fyrir landsteinana því sem dæmi urðu síðast helgina truflanir á sjónvarpsþjónustu Símans vegna netárásar, en tölvuþrjótarnir komust þó ekki inn fyrir varnir Símans. Njáll Trausti Friðbertsson hefur látið netöryggismálin til sín taka á þingi og hefur skrifað 2 blaðagreinar efnið sem hafa birst í blöðum nýverið. Auk þingmennskunnar Njáll Trausti líka formaður Íslandsdeildar NATO og hann líka tekinn við mjög nýlega sem formaður Varðbergs. Velkomin Njáll. Takk fyrir. Já, hvernig stöndum við í netöryggismálunum hér og nú og hvert verkefnið framundan? Ég held að svona í stóru myndinni hefur verið allt og róleg í þessum málum í töluvert langan tíma og við eigum eftir að elta svolítið upp nágrannaþjóðirnar í að ná svona svipuðu stigi í netvörnum og þær. En ég held að svona, minnst síðasta árinu hafi orðið mjög mikið viðhorfsbreyting í öllum okkar, í stjórnsýslunni, fyrirtækjum annars staðar á Íslandi. Þannig að það fara að taka þetta mjög alvarlega núna. Þannig að maður finnur fyrir þessari miklu breytingu í samfélaginu hjá okkur. Og ég meina netið þetta orðið þannig að sko maður á netinu eða hverja einustu vökustund ýmist þá bara í sínu engalífi sem borgar í landinu en líka auðvitað í vinnunni og það eiginlega allar upplýsingar og forrit og allt þetta bara, það allir að vinna í þessum heimi þannig að árásir af þessum toga eru mjög alvarlegar. Já, og hvað þá COVID-tímum. Við náttúrulega fjörmörg höfum náttúrulega snúið okkur ennþá meira að stafræna heiminum síðan í mars í fyrra þegar þetta COVID-ástand byrjar og raunlega bara atvinnulífi fer svolítið þessa leið, þessa stafrænu leið, fjarfundir og öll þessi samskipti. Við þekkjum þetta náttúrulega í þinginu. Það búið að gjörbreyta öllum starfsháttum þingsins og fasta nefndir funda og fjarfundur allir fundir hafa bara verið meira og minna fjarfundi síðan í mars. Þannig að ég held bara samfélagi alls og vitundin sé bara orðið miklu meira þetta mikilvægi sem netöryggi og eins og segir, við erum raunverulega síminn okkar við treystum á símann okkar hann sé öruggur, hann okkar öryggistæki og bankaþjónustan okkar, hún á netinu og meira og minna öll okkar samskipti og annað, þannig að þetta orðið, ég held að það hefur gjörbreyting á síðustu mánuðum, síðasta árið og þetta muni bara halda áfram og þetta verður mikið svona fókuspunktur í okkar samfélagi næstu árum sem að snýra netöryggismálum. Hópur þingmanna Sjálfstæðisflokksins og þú þar á meðal, þið fóruð fram og þið óskuðu eftir skýrslu frá forsætisráðherra innviði og þjóðaröryggi og þar undir eru netöryggismálin. Og þar kom ýmislegt áhugavert fram, ekki satt? Jú, það náttúrulega kom mjög mikið fram. Við vorum með skýrslubeiðni í febrúar fyrra, upprunnilega þegar við leggjum hana fram fyrir árið síðan. Það vorum við að horfa til innviðana í samfélaginu, samgöngur, fjarskipti og bara allt sem að við kemur þessu daglega lífi, innviðinir sem að byggja samfélagið upp. Og í stuttu máli kannski sem snýra netöryggismálunum, það kemur náttúrulega bara ljós að þau eru forsenda stafræni heimurinn og það með netöryggi tengt honum, gagnvart öllum innviðum landinu meira minna, bara stóra málið. Þetta umliggjandi í skýrslunni sem í svari við skýrslubeiðni frá okkur í fyrra, í skýrslu forsætisráðherra, þá þetta bara stóra málið. Þetta umliggjandi í öllum innviðum landsins sem að snýra þessu. Hvort það orkan eða fjarskiptin, raforkan að við fáum hana heim til okkar og samgöngu innviðinir og bara okkar samfélag orðið svo stafrænt. Það allt undir. Og þarna í þessar skýrslu þar meðal annars fjallað netöryggisráð og nýlega löggjöf öryggi net- og upplýsingakerfa til dæmis mikilvægra innviða eins og nefnir. Og það einmitt málið, það þarf að hugsa netöryggismálin í tengslum við þjóðaröryggi eins og hið borgarlega öryggi. Hvað getur sagt okkur nánar til dæmis þetta netöryggisráð? Það náttúrulega verið að bara
leggja bara meiri áherslu á þessi mál, reyna að fókusa þannig að stjórnsýslan og hvernig menn alltaf fara með þessi mál í landinu. Við þekkjum eins og með Póst og Fjar skiptastofnun með Certis og það sem að vinna þar, bara netöryggismálunum, menn reyna bara fókus að reyna að ná þessu saman, móta einhverja hérna og þar stjórnsýslun og annars staðar bara heildarmynd af þessu netöryggismálum. Ég held að þetta sé eitt þáttur eins og við ræða bara þessi gríðarlega áhersla sem að vera til á netöryggismálin og okkur gríðarlega mikilvæg. Þannig að þetta bara eitt gott dæmi þetta og það sem að vera efla núna Certis og setja fjármagn í það, bæta við fólki, fá góða öfluga starfsmenn. Við þekkjum þetta líka núna í fjárlögunum til dæmis í stórumyndinni með öndvegisseturinn í Helsinki og Tallinn, það fjólþátta ógnin í öndvegisseturinn í Helsinki og síðan netöryggismálin í Tallinn. Við erum að loksins núna fyrst að fara að taka þátt í þessu samstarfi. Ég held að vera sett að minni með 250 milljónum tæpar í þessi mál í fjárlögum fyrir 21 og þannig að við sjáum allstaðar núna merkin þar sem við erum bara að fara að reyna að fá okkur heildarmynd af þessu. Við ef við ætlum að byggja okkur inn í fjórðu iðnbyltinguna og sem að ég held að Ísland í alla möguleika að verða mjög öflugt inn í tengslu með hana, þá þetta náttúrulega fjarskiptin, öll fjarskipti, við þekkjum ljósleiðarna 5G og allt þetta sem við vinna með, orkan, græn orka, þetta svona tala alltaf undirstöðu þættirnir í fjórðu iðnbyltingunni og þetta hins að bara við verðum að vera eins öflug í stafræna heiminum í netöryggismálum hefum að verða það sem ég held að við getum orðið mjög stór í fjórðu iðnbyltingunni og eflingu lands og þjóðar að þá þetta raunverulega stóra áherslupunkturinn sem þarf að vera að við þurfum að gera okkar allra besta til að ná svona styrkleika þar og þá erum við núna með þessu samstarfi við Evrópusambandslöndin, NATO-löndin í gegnum Helsinki og Tallinn að þá erum við eiginlega síðustu lönd í Evrópa að fara að taka þátt í þessu samstarfi. Það var komið tími til. Byrjum að ræða þetta aðeins hérna í byrjun síðasta árs og utanríkisráðherra lagði mikla áherslu á þetta og þetta fór það inn í fjárlögin núna. Þannig að þetta eru stór skref, kannski furðulítil athygli á í sjálfu sér margt að gerast hjá okkur í desember, en það ekki verið mikill fókus kannski í fjölmiðlum hér á það sem var að gerast þarna í þessu máli. Þannig erum við kannski að leita inn í það öflugasta samstarf sem að við getum komist í tengst netöryggismálunum. Síðan getum við rætt NATO og slíka hluti, en kannski það sem kemur fram, ef við verum við einu annað, í skýrslu Björn Bjarnasonar sem að vann fyrir utanríkisráðherra Norðurlandana, þá hans komið inn á þetta og ég að tek undir það, þar kannski það sem við þurfum að fókusa kannski mest á að reyna að sækja til Norðurlandana og við náttúrulega mest og bestu tengslum við þau lönd, nánustu bandamenn okkar í svona utanríkismálum þannig að ég held að við munum ekki ein og sér geta ráðið við þessi mál hér á landi. Við þurfum að sækja út til landsteinuna og þá held ég að Norðurlöndin sé okkar öflugustu bandamenn í þessu málum. Förum aðeins dýpra í það á eftir. Mér langar aðeins til að halda áfram hérna heima, svona þegar maður horfir á þetta svona sem leikmaður utan frá sér, þá sér maður þetta og veit að í Póst- og fjarskiptastofnun að það eitthvað deild sem á þetta að huga að þessu. Svo veit maður að það líka þekking á þessum málum hjá fjarskiptafyrirtækjunum, Símanum og Vodafone og öllum þessum Nova og þeim öllum og eins og náttúrulega ég nefndi hérna inngangi að varnir Símans stóðust þessa netárás, þannig að þau eru líka að velta þessu mikið fyrir sér og þar mjög mikil þekking. Svo velti maður fyrir sér hvort það sé mögulega eitthvað hjá ríkislögreglustjóra líka og þetta virðist vera svona dreift, svona allavega í hinu opinbera kerfi dreift og kannski ekki nógu sterkar einingar hver sig. Verkefnið þá það að reyna að ná öllum þessum aðilum saman og hérna þó svo það sé nú kannski ekki það sem við sjálfstæðismenn séum spenntasti fyrir það að stofna nýjar ríkisstofnanir, en auðvitað þurfum við að gera það þegar við þurfum að huga að öryggi landsins, að það þurfi mögulega að setja þetta allt á einn miðlægan stað til þess að við séum í rauninni getum tryggt þá þær bestu varnir sem að hægt að hafa. Já, ég held að raunverulega þessi hluti af verkefninu netöryggisráðinu, það að samþætta þessar einingar sem við eigum í dag og styrkja það með svona heildar hvað við segjum, kraft okkar á þessu sviði
í staðan fyrir að með séu mjög dreifðir eins og það kannski mögulega verið svolítið síðustu ár en kannski netöryggisráðið og að samþætta þetta og raunverulega bara kom meira vikt inn í málaflokkin í stóru myndinni. Heldur það myndi ganga vel að ná öllum þessum aðilum saman? Ég held að það hljóti að vera komið svo stund að það eru allir að taka þetta mjög alvarlega, þessi mál. Og við þekkjum það bara í fyrirtækjum, við erum að heyra fréttir að tölvuþrjótar þú sættu séu að vera náðu 2 milljörðum á fyrirtækjum landsins með einhverju tölvuþrjóta, með einhverjum einstaklinga núna. Nú það nýjasta sem maður að heyra sko, þegar menn brjótast inn í bara tölvur einstaklinga og biðja tiltölulega lágar upphæðir og fólk hefur kannski bara tilbúið að borga 20.000 krónur til að fá tölvunum sín tilbaka, en það geta verið kannski 100 tölva sem lentu í viðkomandi árás. Þannig að við erum að sjá þetta á svo mörgum sviðum, ítt og breytt, og maður er að heyra svona ýmsar sögur sem að en ég hef ekki trú öðrun að þessi allir núna komnir á að viðbræði sig og sterkt í öllum sem að tengist þessum málum. Ég held að maður er að heyra ýmsar sögur í fyrirtækjum og öðru og einstaklingar lendi í þessu og við erum öll undir í þessum málum. Já. En eins og þú nefndir, svo er það þessi alþjóðlega samvinna, við skulum fara það aðeins aftur í það sko, að það eru þetta, eins og þú þekkir í tengslu við NATO, það er netöryggissetur og það er líka hjá Evrópusambandinu og svo eins og þú nefndir í skýrslu Björns Bjarnasonar, hann var hérna hjá mér ekki fyrir svo löngu síðan einmitt að tala um þá skýrslu þar sem hann er að tala um mikilvægi þess eins og þú komst aðeins inn á að það sé öflugt norrænt samstarf að Norðurlöndin hérna myndi eina heild í þessu en sko, og þá er þetta aftur samt fara að verða svolítið dreift sko. Já. Þarf þetta kannski vera í svona mörgum lögum eða ættu við að beina sjónum okkar á tiltekna staði í þessu alþjóðlega samstarfi? Ég held að svona hvert og eitt land, þetta er ákveðið sjálfstæðisbarátta líka í þessu. Það reynir hver að passa upp á sitt, en síðan er næsta lag, myndi ég segja, væri Norðurlöndin. Það er bara standa okkur næst og eru teknilega og annað svona svipuðu nótum, svipuðu svona bara ásýnda lífið, sko, eða hvernig með sjá, horfa á það. Það er erfiðar að treysta, hugsa ég, á NATO í þessu samhengi í stóru myndinni, 30 lönd og óbáslega stórt fyrirbæri, milljarður manna og 30 af öflugustu löndum heims og allt það, gríðarlega mismunandi hagsmunir. Þannig að það er þar er líka verið að vinna í hlutunum, en Norðurlöndin held ég að sé svona næsta svona næsta lag fyrir utan hjá okkur. Ég veit að Eystrasalöndin hafa mikinn áhuga að vinna líka með Norðurlöndunum. Þeirra tengsl eru svo sterk við það svæði, en ég hugsa að þessi 30 milljón eining sem Norðurlöndin eru, að hún verður svolítið svona okkar búbla í þessu. Já. Ég held að það verði nú stóra myndin þegar menn horfa á þetta eftir ykkur ár að það hefur verið leiðin sko. Ég nefndi að þú hefur verið að skrifa aðeins þessi mál. Það eru konar 2 greinar frá þér og raunar Bryndísi Haraldsdóttur, þingmanni Sjálfstæðisflokksins líka. Það sem þið eru aðeins að setja þetta líka bara í samhengi við þjóðaröryggi og innviði, og er það ekki kannski með kjarnin í því sem þarf að gerast, að við þurfum að fara að temja okkur nýja hugsun í öllu þessu sambandi. Það er að segja hvernig við til að mynda hugsum skipulag samfélagslegra innviða í tengslu við þjóðaröryggi. Já, það er enda hlutur sem ég hef talað og þá eru konir inn í miklu stærri mynd, stærri mynd, og það er raunlega myndið sem ég hef nú verið lengi að tala um, sem er bara í löggjöf nágrannalandanna. Þá er löggjöf sem snýr raunverulega að innviðum viðkomandi landa og þjóðaröryggishagsmunum, með skilgreina eða löndin skilgreina þá innan samgangna hvað er mikilvægt út frá þjóðaröryggi, hvað í fjarskiptunum þjóðaröryggi, og fara bara gegnum samfélaginu og skilgreina þjóðaröryggishagsmunina. Þessi löggjöf víðast hvar sýnist mér í nágrannalöndunum, norðanverði Evrópu, Norðurlöndunum, er svona 30, 40, 50 ára gömul. En þetta hefur aldrei verið unnið fyrir Ísland. Og
það var náttúrulega tilgangur fyrir að maður eiginlega óskaði eftir þessar skýrslubeiðni innvið og þjóðaröryggismál og að fyrsti flundsmaður á því og fekk félagamenn í Sjálfstæðisflokknum með að við þurfum í stóru myndina að fara skilgreina þessar hluti eins og nágrannlöndin gera og hvernig samfélagi hvernig við tryggjum þessa helstu í stóra samhenginu, hvernig þessi hluti vinna saman. En það sem gerist náttúrulega með skýrslu forsætisráðherra við svari við skýrslubeiðninni að þetta allt meira og minna staðfest. Og en það sem kannski þessi vigt sem netöryggismálin kemur mjög sterkt þar fram. Það spurningar sem voru spurðar vegna þess að það sem snýr að fjarskiptakerfunum okkar og þessum stafræna heimi nær raunverulega yfir allt sviði, sko. Orkufyrirtækin, orkudreifingin, virkjannar, þetta allt samtengt. Það eru tölvur sem að stýra þessu og menn að verja þetta, samgöngunar, flugið, bara mikið öryggiskerfi sem að þarf að passa upp á, flugvellina og vegi og allt þetta. Það ótrúlega mikið þegar maður að skoða hvað netöryggismálin koma víða við. Og ég hef nú fulla trú að við förum að huga þessu alvarlega núna næstu misserum að setja löggjöf þessa hluti. Ég held að það sé bara eitt af forgangsverkefnum í samfélaginu. Og eftir óveðrið í desember 2019 sem var sérstaklega slæmt fyrir norðan og menn uppgötvuðu með ákveðin vandamál í fjarskiptakerfunum og raforkumálunum, raforkudreifingunni, með flutningskerfi raforku og dreifveitunar og síðan COVID líka í framhaldi af því. Þegar þetta komið fram að þessi síðustu 13-14 mánuði að ég held að almennt í pólitíkinni séu nú fleiri færnir að hugsa þetta í stóra samhenginu. Að við verðum að tryggja þessa grunninnviði í samfélaginu. Og ég held að séu fleiri og fleiri átt að segja því að við þurfum þá náttúrulega að skoða þetta í stóra samhenginu og fara þá að huga því að setja þessa löggjöf eins og er í nágranna ríkjunum. Svíar með ríksinteresse, Danir með sitt og eins og bent á í skýrslunni og Norðmenn. Þannig að ég eðlilegast að horfa til þessara nágranna þjóða okkar eins og það netöryggismálin. En þetta að mínu viti bara forgangsmál í þinginu og að vinna bara þessu núna fullum krafti að koma þessari löggjöf á að fara að þróa þetta. Við erum áratugum á eftir nágrannlöndunum með þessu. Og 5G-tæknin, þú komst aðeins inn á hana aðan og hún nú þegar byrjuð að ryðja sér til rúms hérna á landinu fyrstu sendarnir og það allt saman, eins og það líka þessi umræða kínverska tæknirissan Huawei og vestræn stjórnvöld, Bandaríkin, Bretar og fleiri þjóðir eru svona með varan á sér gagnvart því fyrirtæki. Hvert þitt mat á þessu? Einhver ástæða til þess að hafa áhyggjur þarna? Já, ég tel alveg rétt að þessi fari varlega og það hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með þessu umræðinni í NATO-þinginu. Ég sem sagt var mikið víst á tækninefndinu, ég líka í stjórnmálanefndinu og stjórnarnefndinu, ég kenn víða við í NATO-þinginu, ég sitt í 3 af 5 undirnefndum og þetta búið að vera mikil umræða þessi 3 ár sem ég verið þar 3 ár og hún ekki verið að minnka, það ljóst. Við sáum eins og með Bretana, þeir byrjuðu að hugsa kjarnan í 5G, alltaf svona hefta aðgengi á honum, en svo hafa menn bara núna gefa þessu 4, 5, 6 ár að raunlega bara hreinsa kerfið, allt 5G sko. Síðan hafa ýmsir svo verulega áhersla það að menn séu raunlega með íhluti í kerfinu víða að. Það sé ekki bara einn framleiðandi með allt kerfið undir, þannig að það hefur verið að tækla þetta með svolítið mismunandi hætti innan NATO-þjóðana, en það verður kannski segjast að stefnan hefur frekar verið að harðna heldur en hitt á síðustu mánuðum varðandi þetta ákveðna kínverska fyrirtæki og 5G að menn orðin heldur svona stífari gagnvart þessu og viðkvæmni mikið vegna þess að þetta eins og kemur kannski fram í þegar við erum að ræða í þinginu 87. greinin vandi fjarskiptin að hvernig var þetta orðað í greinargerðinni að þetta væri raunverulega bara taugakerfi 4. iðnbyltingarinnar 5G og 5G sem sagt þetta mikilvæg hlutverk í 4. iðnbyltingunni eins og það kemur fram í greinargerðinni
og við erum að fara inn í, náttúrulega byrjuð einhverju leiti komin inn í 4. iðnbyltinguna, en ef þetta verður raunlega bara svolítið bara taugakerfi í þessu líkama sem að vera til í 4. iðnbyltingunni, þá verður við náttúrulega að fara mjög varlega hvernig við sjá fyrir endan á þessu. Og þess vegna skil ég alveg mjög skeptískur sko, og vil fara raunlega mjög varlega í þessa hluti og við þurfum að vanda okkur. Og þetta graf alvarlegt mál í stóra samhenginu. Segjum bara eftir 10 ár þegar við erum komin langt inn í þessa byltingu sem að verða, og við erum kannski búin að fara svolítið hratt í þetta núna síðasta árið á COVID-inu. En ef þetta verður, við sjáum þetta þróast kannski jafnvel enn þá hraðar næstu 10 ár heldur en síðustu 10, og það verður örugglega þannig, lofaði því, að þá núna til að vera svona proaktiv, vera með frumkvæðir, þá þurfum við virkilega að hugsa þetta núna. Hvað erum við að fara að sjá eftir 5 eða 10 ár? Fylgjumst grannt með því áfram, en við ákvæðum svona kannski aðeins, nú langar mig til að svona víkka enn frekar fókusinn og fara kannski eins í breiðlinsuna bara. Einmitt vegna tengsla þinna við NATO sem þú lýstir hérna áðan og sömuleiðis sem nýr formaður Varðbergs, netárásir og óró í heiminum, eitthvað svona sem er farið að valda almenningi töluverðum held ég að sé ótt að segja. Við erum bara að sjá núna í þessum eina mánuði hérna árásinn á þinghúsið í Bandaríkjunum. Núna í þessari viku þá hefur herinn tekið völdin í Myanmar. Það er að koma fréttir frá Rússlandum það að stjórnar andstöðu leiðtogi Alexei Navalny, það er búið að draga hann fyrir rétt og dæmi í fangelsi vegna andstöðu sinnar við Pútínstjórnina og allt í kringum það. Sko, þú veist að maður er svona farin að velta fyrir sér svona stöðu lýðræðisins í heiminum, og það er talað einmitt þessa upplýsingaóreiðu og falsfréttir og allt þetta hluti að líka af þessum netveruleika og þetta er alltaf verða svolítið svona, þetta er orðið svolítið ruglandi tilvera og maður hefur verulegar áhyggjur af því að lýðræðið sé að fara í gegnum miklar þrengingar á þessum tímum sem við lifum. Hvernig er umræðan þetta á þessum vettvangi sem að þú starfar á? Já, þetta er náttúrulega verið mjög mikil umræða og en oft er að hugsa reglulega fóra mjög áhugaverða ráðstefnu á vegu NATO þingsins, það kallar Rose Road ráðstefnur. Það er búið að halda eitthvað yfir 100 slíkar ráðstefnur. Og þetta eru ráðstefnur sem er að snúa lýðræði. Það er oftur að, sem sagt, bara hvernig við byggjum lýðræði samfélag og fara í gegnum þetta. Fyrir 2 árantæpum þá var slík einn í Tyrklandi. Ég ákvað að fara þess að mér varst áhugavert að fá svolítið meiri þekkingu það að vera að ræða þarna Norður Afríku, Miðjarðarhafið, austurhlutann, Persaflóa, Miðausturlöndin og Mið-Asíulöndin, og maður satt þarna 4 tíma, 10 tíma á dag að vera að ræða raunlega mikið arabíska vorið sem er akkurat núna 10 ára gamalt og Egyptaland bara daginn, það er ekki að fara langt aftur núna, það er mikil órauð við það. Og þegar maður satt þarna í 4 daga, 10 tíma á dag, hersöðingjar, síðan kallaðir inn bara mjög virtir fyrirlesara frá öflugustum háskóla heimsins til að ræða þessi mál. Og það var eitt fyrirlesarinn sem kom með hluti sem við bara hugsa síðan. Sagði, það eru 200 þjóðuríki í heiminum. Innan við 20% þeirra, já svona innan við 40, getum við raunverulega að kalla það sem við viljum kalla lýðræðisríki. Við skyldum bara vera með það í huga. Þessi 20%, innan við 20%, væri sem sagt, við getum kallað lýðræðisríki, svo væri þetta alls konar þar fyrir utan. Svo sjáum við þetta Myanmar núna, við sjáum Rússland, Navalny og dæmið, Bandaríkin náttúrulega í byrjun síðasta mánaðar. Og afskipta kostningum, ég gleypti nú nefna það sem er stærsta málið í þessu öllu. Fake news og þessar raunlega netárásir og allt sem við erum að upplifa og gríðarlega umræðum. En raunverulega punkturinn hjá viðkomandi fyrirlesar var þetta. Þetta er ungt fyrirbæri, lýðræði, og það er ekkert sjálfgefið að halda því. Það var eiginlega málið, sko, með að við óróan,
við fragmentation eða sem sagt þetta niðurbrot í pólitík út allan heim, populistaflokkar með 2-3 málefni, svo brotnar þetta niður í litlar eindir, 5-10% flokkar í löndum og það verður bara til fullt af flokkum. Svo þarf að fara að mynda ríkisstjórnir og þessi svo kallar fragmentation eða niðurbrot í pólitíkinni, hún getur verið lýðræðinu líka hættuleg. Og þetta var gríðarlega áhugavert að setja þetta í samhengi. Þá fór maður að hugsa einmitt arabíska vorið, Sýrlandsstríðið upp á því, málin í Túnis, Egyptalandi, Sýrlandsstríðið sem búið að standa það núna í 8-9 ár, flóttamannabylgja til Evrópu, gegnum Tyrkland, Grikkland og hvað gerist í Evrópu? Það var gríðarlegur óstöðuleiki í pólitíkinni í Evrópu. Alls konar populistaflokkar eru til og mikill órói, sérstaklega kannski í Austur-Evrópu eins og við þekkjum, Ungverjalandi, Pólandi og víðar. Þannig að það sem situr alltaf í manni raunlega eftir þetta sem hún sagði, þetta er ekkert sjálfsagt. Lýðræði er bara ekki sjálfsagður hlutur. Þetta er flókið fyrirbæri og það er auðveldari að rífa það niður heldur en að byggja það upp. Þannig að það er svolítið svona sem við þyrftum kannski að hafa svolítið í huga að það þarf að þroska þetta og vinna í því raunverulega til að viðhalda því. Og það getur nefnilega verið svolítið snúið. Nú er maður farin að sjá til dæmis samfélagsmiðlana að setja fyrirvara við það sem að sumir eru að setja fram á netinu. Náttúrulega svona nærtækasta dæmi Donald Trump, það er alltaf var komið svona disclaimer og svo var lokað á hans reikning og hefur enn að verið lokað á fleiri. Maður er líka að sjá það að fólk sem er að tala gegn bólusetningum og setja fram einhverja rannsóknir, það er líka að upplifa það að það er komið á ýmist í straff eða bara reikningum lokað, þannig að það er komin ákveðin ritskoðun í gang sem að og margir setja líka spurningamerki við hver ætlar að vera ritstjóri netsins. Þannig að þetta er í rauninni töluvert flóknari veruleiki heldur en var hérna áður. Það sem að við erum að takast á það sem kannski hvað ég segja, að gangverk lýðræðisins, það er svona eins og maður fá tilfinninguna að það sé einmitt það sem að sé verið að nota gegn því. Það er í rauninni svona að rugla í klukkuverkinu með því að taka út eitt hjól og einhvern veginn og svo fer þetta alltaf snúast í tóma vittleysu. Og þetta er svo gott að benda á eins og með samfélagsmiðlana, þessi rísa fyrirtæki sem eru kannski sterkari fyrirtæki heldur mörg þjóðlönd í heiminum. Það eru nokkrir eignastórir og mikli menn sem eiga nú þessi fyrirtæki og hvaða völdur þeir konum með. Þannig að þetta er náttúrulega óbóðslega flókið, þetta er fín lína hvar á að stíga hana. Þannig að einn af þeim vinnuhópum sem að nú var búin að taka mjög mikið og víða þátt inn í NATO-þinginu. Einn af hópurinn sem ég hef vunnið með þar var skipaður og við fyrst og fremst formenn landsdeildana í NATO vorum að vinna í. Það snýrist verkefnið, hvernig við að kynna NATO fyrir íbúum viðkomandi landa. Og það er þannig staðan að Austur-Evrópa, sem er næstur Rússlandi, þekkja ógnina og finna fyrir henni. Það er allir meðvitaður NATO og til hvers NATO er. En það sem er að gerast, og þetta er svona þróun kannski sérstaklega eftir að kalda stríðin lauk upp á 1990, að í Vestur-Evrópu, Kanada og Bretlandi og Bandaríkjunum, þá er bara vitneskjan og þekking íbúa á tilgangi NATO farið mjög minnkandi, bara bandalagi og tilgangin. Þetta er raunverulega að halda bara frið og jafnvægi, kannski í stórmyndinni. Að það er svona hvernig við að ná því fram. Og það er kannski, einmitt í tengslu við þá vinnu, nú þegar ég svona kannski orðin formað Varbergs, sem er raunverulega samtökum, raunverulega vestræna samvinnu og er raunverulega svolítið inn í þetta sem ég er að tala þarna, í stóru myndinu. Já, ég meina það er talað það. Við þurfum að styrkja þetta og bara almenna vitneskju og meiri umræðu í Íslandi þessi mál. Ég hef sagt bara lengi og við Íslendingar erum ákveðin búblu tengt þessum málum. Svona alþjóðamálum, varnarsamstarfi og ýmsu, við erum svolítið bara í okkar hugarheimi og bara allt í góðu með það. En þurfum við ekki aðeins að bæta í þarna vitneskju og þekkingu á þessum málum og ræða svolítið þessi mikilvæga mál sem við eigum svona mikið undir. Við erum búin að vera í NATO frá 49 stofnaðili, samningur við Bandaríkjamenn, varnarsamningur frá 1951, hann er 70 ára núna í maí. Síðan er Norðurlandasamstarfi. Þetta eru svolítið
bara þetta eru stöflanir í okkar utanríkismálastefnu og við þurfum að vinna svolítið með þetta og bæta svolítið umræð og þekkingu og það svolítið verkefnið í Varberg og síðan eins og ég segi gegnum NATO vinnuna að sem fókusinu hefur svolítið verið á og það hvar á að byrja sko. Og það einmitt eins og ég ætla að skjóta inn hérna sko að talandi um varnarmálin og vestræna samvinnu að það náttúrulega búið að tala um það í svolítinn tíma að kannski að þessar gömlu styrjaldir 20. aldarinnar og tala enn lengra aftur þar sem að menn fóru og gerðu innrásinn í lönd og tóku yfir stofnanir með vopnavaldi og til þetta mannfalli. Það sé einmitt fortíðin og að styrjaldir eða átök þessar aldar verði einmitt á netinu með því að ná tökum á upplýsingakerfum og öllu þessu, þannig að það kannski einmitt, þetta einmitt stóra málið í þeim skilningi að netöryggið í rauninni eins mikið þjóðaröryggismál og hugsast getur. Þetta rifjar aðeins upp síðustu utanlandsferð sem að var þá til Brussel í febrúari fyrra, 21. febrúari fyrra, þá kom maður heim. Á lokadeginum að fundur í Brussel, þetta febrúarfundur NATO-þingsins, þá stýrði ég fundi að beðið inn það. Við sátum hann 30-40 þingmenn NATO-þinginu og það var verið að setja svona simulation eða svona, hvað myndum við nota fyrir simulation? Svona eftirlíkingu eða svona hermi af raunverulega hybrid árás á eyju í Norður-Atlantshafi og sem var náttúrulega, eins og það er. En það er hybrid, þá byrjaði 12 árásanir og síðan var innrás eftir. Og þetta er raunverulega sem Helsinki öndvegissetrið er svolítið með sinni konu. En þetta er bara að vera svo stór hluti. Það byrja allir á raforkukerfunum og fjarskiptakerfunum. Þar eru netárásanir. Ef þú ætti að fara inn í eitthvað land, þá byrjar á þessu. Og ég hef mikinn áhuga, ég hef nú verið búin að koma ef þetta COVID hefði ekki komið á síðan viku seinna, en þess að ég hef áhuga að við fengjum þetta heim fyrir okkar öryggisráð eða þjóðaröryggisráðið og kannski þingmenn og fleiri að sjá raunverulega hvernig svona að taka þátt í svona árás simulation eða sviðsmynd að þessu. Þetta væri bara mjög fróðlegt fyrir alla að fá tækifæri að kynnast þessu og það verður gleitt að því sem maður reyna að ýta við enn frekar núna þegar ástandið skánar en við þurfum þetta er eitt af því sem maður þurfum að taka svolítið stór skrefi í núna í stóra samhenginu og það er ýmislegt svona, ég önnur heimsókn með stjórnmálanefnd þingsins til Boston fyrir 2-3 árum heimsóttu við netöryggisfyrirtæki, Akamai í Boston, í Cambridge í Boston og þeir sögðu okkur, ok, við erum hérna með 35% netumferð heiminum, við sjáum það eitt fyrirtæki, ég er svo ekkert sannreynt það, en þetta sögðu þeir og við erum með 20 stæðstu fyrirtæki heiminum, við sjáum netöryggismál þeirra eitt fyrirtæki í Cambridge þar lærði maður, þeir sögðu líka við okkur fjarskipti, sækaplarnir sjónum, þetta er raunlega stóra þar fer gríðarlega gagnamagnin fram og allt þetta, öll kerfi heimsins. Það verður 6 fyrirtæki sem ætti 90% af því. Þannig að við sjáum hvers konar heimur þetta er, ef þetta er allt rétt sem þeir sögðu okkur. Ég getur að sannræða það. En þetta er ótrúlega fróðlegt Þessi heimur er bara ótrúlega fróðlegt og það eru risa fyrirtæki í þessu og hvernig þetta allt tengist. Þannig að maður er búin að horfa henni í margt undanfarin ár í NATO-þinginu og í nefndum þegar við erum að ræða þessi mál og fara í heimsóknir tengt þessu málum. Þannig að það er ekki að segja annað en að það var opnað svolítið ný vídd inn í svo margt í stóra samhenginu. En við þurfum að losna út úr þessari búblu á Íslandi og reyna að efla þessa umræðu og stækkana og við sjáum bara okkar öfluga fólk sem er í þessu netöryggismálum í Íslandi. Ég get ekki séð betur en að það hafi mikið fyrir stafni þessa dagana og við erum að sjá það er að vara okkur við það er að beina okkur á þessa braut að við þurfum að passa okkur og það á við okkur öll sko. Við þurfum bara að gæta hvaða pósta við erum að opna, hvað erum að gera hverju sinni þannig að þetta er bara eftir aukast
og eins og þú nefndir svo við skiljum nú kannski áhorfendur okkar og hlustendur eftir með svona smá bjassýni, þetta eru dökkar sviðismyndir sem að við erum að draga hérna upp en það er nauðsynlegt að þá eins og þú segir að það er heilmargt farið í gang og það er bara núna á næstu mánuðum og árum erum við að fara að sjá töluverða breytingar í þessu skýrsla forsætisráðherra komin út og þú hefur óskað eftir sérstakri umræðu hana í þinginu þannig að þetta er svona alltaf að þetta miðar allt í rétta átt til þess að tryggja hér eins öfluga varnir og hugsa getur. Já, þetta er bara hluti, þetta er einn af þessum málaflokkum sem bara ég legg áherslu á að þessi tekin umræð þessi mál. Fyrir mér er þetta algjör grundvallamál fyrir samfélagið. Þetta er ekki dægumál. Við pólitíkin í Íslandi svolítið mikið í svona dægumálunum og það er bara þrasdagsins og allt þetta. Og við erum líka svolítið svona í sögulegu tilliti feimin við öryggis- og varnarmál. Já, og það er bara eitthvað sem við verðum að fara að ræða meira í stærra samhengi og getum við tekið það mjög djúpt en það gefst nú alla tími til núna hvað við erum að fást við þar varðandi bara norðurslóðirnar áhuga náttúrulega Rússa og Kínverja og fleiri aðila á norðurslóðunum og hvað er að fara að gerast siglingaleiðir og annað, það er bara kannski seinni tíma umræða en þetta er að breytast mjög hratt og Grænland okkar næsti nágranni margt að gerast þar þannig að við erum bara að fara inn á þessar brautir og eigum allt undir alþjóða samskiptum, viðskiptum, við lifum á því og við þurfum bara að efla okkur í þessu og ég vona bara að fleiri í pólitíkinu og fleiri flokka fara bara almennt verði umræðum þessi mikilvæga mál og við fáum bara þjóðina með okkur í þessa umræðu. Kannski er maður búin að vera að mála ykkur agalega dökka myndirna og gera alla bara alveg það er bara sofna ekki í nótt sko en við þurfum að vakna og þetta snertir okkur öll mjög mikið. Það er ekki bara fyrirtæki og ríki og stofnanir þess og allt þetta. Þetta er bara síminn okkar og allt sem að við skilgreinum símann okkar sem okkar helsta öryggistæki í dag. Við erum með allt í honum, allt sem við gerum og það er nú alltaf nauturyggismálin hluta dæminu. Við þekkjum þess árásir núna á fjarskiptafyrirtækin í Íslandi, orkufyrirtækin okkar, bankana, einstök fyrirtæki út í bæ og einstaklingar. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við þurfum virkilega allt undir í þessu og þetta eru góð lokaorð og þörf brýning. Njáll Trausti Friðbertsson, takk kærlega fyrir komuna í pólitíkina. Takk fyrir mig.